Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar hittum við meðal annars ungan rithöfund sem að gefa út bókina Fávitar. Við fylgdumst með þegar menningarverðlaun Reykjanesbæjar voru afhent og við fáum fallegt tónlistaratriði. Við hefjum leikinn hins vegar í nýju pakkhúsi í Grindavík sem geymir smíðaverkstæði og hönnunarverslun. Draumar fólks eru misjafnir en margir óska sér heitast að geta starfað við eitthvað sem þeir hafa mikinn áhuga á. Að geta fyllt áhugamálinu eða ástríðunni fyrir einhverju og haft af því lifibrauð. Vignir Kristinsson, handleiksmaður úr Grindavík, einn þessara einstaklinga sem reynir nú á draum sinn og ástríðið hans felst í að gera handunna muni úr tré. Vignir hefur unnið við smíðar og innréttingasmíði og þá hefur hann sótt sjóinn eins og margir grindvíkingar hafa gert. Þegar það var lítið að gera í innréttingasmíðinni í fyrirtækinu Krosstré kom dóttir hans með lítið hreindýr og ef við hlaupum yfir áratug þá staðan svo að Vignir hefur í mörg ár smíðað vinsælasta hreindýr landsins og það hefur selst vel í helstu hönnunarverslunum landsins og það sem meira að Kristinsson fjölskyldan búin að byggja glæsilegt húsnæði, svart pakkhús á besta stað í Grindavík, en þar meðal annars vinnustofa kappans og verslun. Svona byrjaði þetta allt. Þetta fyrsta hreindýrið. Ég hirti það nú úr eldinum. Ég var á leiðin að henda því. Sé ekki eftir því að hafa bjargað því, en það er svolítill munur. Svona eru þau orðin í dag. Já. Og þetta hreindýr sem komið inn á mörg heimili á Íslandi í dag? Já, líklegast einhver, en já, ég búinn að búa til helling af þessu. Já. Þetta hreindýr eiginlega orðið að svolítið miklu meira fyrirtæki í dag og það eiginlega búið að vaksa mikið í kringum þetta hreindýr. Getur þú sagt það? Já, hiklaust. Mér langaði alltaf til þess að búa með þetta góða aðstöðu, en þessi aðstæða náttúrulega miklu flottar og betri en mér dreymdi nokkuð tíman úr. Það eru viðbrigði að koma úr gluggalausum beitningaskúr og langt til lofs og hingað. Byrjaðirðu þar? Nei, ég skaust þangað þegar að vegstæðið mitt fór. Já. En hvernig ef þú segir okkur aðeins hvernig þú ætlar að láta hreindýr verða svona, að þínu lifibrauði í rauninni, en svo ýmislegt, ertu fann að gera ýmislegt annað? Já, ég búinn að gera fullt af alls konar hlutum og það nú ekki endilega komið í ljós hvort þetta verði lifibrauði. Það væri nú gaman að það rættist. En fyrir tæpu 9 árum síðan þegar það var lítið að gera í innréttingasmíðinni, þá kom dóttir mín með þessa hugmynd að smíða hreindýr og sem þróaðist og ég var heppinn, ég komst inn í góðar verslanir með þetta og þá opnuðust margar dyr. En þú varst sem sagt með innréttingasmíði fyrirtæki hérna í Grindavík. Já. Og það gekk ekki alveg nógu vel, en þarna verða svona ákveðin straumhvörf hjá þér þegar að dóttin kemur með hreindýr og spyr hvort að þetta sé ekki lag að fara að smíða hreindýr og selja þau. Já, það var þannig. Og hvernig, segðu okkur í stuttumáli, hvernig þetta þróaðist upp frá hugmyndinni? Já, hún náttúrulega kemur með þessa hugmynd og þetta byrjaði allt í Mýrinni, Kringlunni og svo bættust við verslanir, Japan, Rammagerðin og Sýrusson og fleiri. Og svo var náttúrulega ekki nóg að vera með hreindýr, þannig að ég bætti við og svo þetta bara svo mikil ástríða að vera að smíða. Það að hlakka til að mæta og það algjör forréttindi. Ertu menntaður í þessu? Nei. Sjálfmenntaður? Já, og svo hefur skaparinn sett vel í hendurnar á mér. Já, meðfætt. Meðfætt, já, líklegast eitthvað svoleiðis. Akkurat. En svo hefur við verið að bæta við þig. Já. Fullt af auka hlutum. Hvernig verða svona hugmyndi til að ýmsum gjafavörum eins og þú ert að gera hérna? Ég eiginlega bara hef ekki svarið við því. Það stundum streymir bara í kollinn, fullt af hugmyndum og sumt verður að veruleika og
annað ekki. Og hvað það sem drífur mann áfram í svona lögu? Er þetta ástríðandi? Já, þetta er alveg stjórnlaus. En það kannski meira, það erfiðara að gera þetta lifibrauði heldur en að vera að leika sér að gera nokkur hreindýr. Nú er þetta orðið alvöru starfsemi hjá þér. Hvernig gengur það? Það gefur á hann. Þetta er þungur óður, ekki var COVID að hjálpa til. En ég verð að sjá til einhver tíma. Gefa þessu smá séns í viðbót. En hvernig gerur þetta? Þetta er mikil handavinna? Já, mjög mikil. Nær eingöngu? Já. En þú ert búinn að þróa einhverja vélavinnu til þess að létta þér verkinu, eða ekki? Ég bjó til vélar 2 til þess að pússa hérna inn í, allan hringinn bara á hreindýrinu og svo aðra sem að tekur hérna brúnina. Og án þeirra væru engin hreindýr í dag. Það sést vel á frumgerðinni. Já. Þannig að þetta þróaðist frá frumgerðinni. Hvaðan kom þessi hugmynd frá dótturinni? Hvar hafði hún séð, var hún búin að sjá þetta einhvers staðar? Ég hef nú bara hreinlega ekki spurt hann að því, en einhvað hafði þetta ábyggilega með tísku að gera. En nú gæti verið sniðugt að smíða eða búa til hreindýr. Og síðan hafa ýmsir fleiri hlutir svona bæst við? Já. Skurðbretti og kertastjakar og... Já, og sporðar og uglur og alls konar. Og svo dettur alltaf inn einn og einn kunni sem þarf að láta sér smíða fyrir sig. Borð og annað slíkt og það er alltaf mjög skemmtilegt. Og hefur veiruárið verið ykkur erfitt? Þið eruð hérna í sérlega skemmtilegu húsi sem að mig langar að spyrja þig á frábærum stað í Grindavík, hliðin á þekktum veitingastað, þannig að voru útlendingarnir að koma hérna líka, ekki bara heimamenn og Íslendingar? Já, þeir reittust hérna inn og stundum alveg í hópum. Húsið var nú reist sérstaklega hérna út af því að það var veitingastaður hérna. Þurfti ekki að hafa fyrir því að stoppa á. Þeir komu til að fá sér að borða. Þannig að við opnuðum í nóvember í fyrra og svo bara stuttu seinna COVID. Já. Þannig að þú ert rétt nýbúin að opna hérna þessa flottu aðstöðu þegar veiran mætir í andlitið á þér og okkur öllum. Já, nákvæmlega. Hvað hefur það haft mikið að segja? Mjög mikið. Já. Mjög mikið. Þannig að þú náttúrulega eins og allir vonast til að þessu fara að linna. Já. Ábyggilega ekki einn það. Nei. Hvað er þetta með okkur mannfólkið svona þegar við tölum svona, þegar við köllum þetta gjafaböru? Þannig að þú hefur að planta þessu, hefur að setja kerti á þetta og annað. Þetta er svona verið að við Íslendingar viljum hafa eitthvað svona skemmtilegt og huggulegt heima hjá okkur. Já, það er nú kannski ekkert skrítið. Við búum á þannig stað á jarðkringlunni að við dveljum mikið inni við. Og mörgum hverjum finnst voða gaman að hafa fínt í kringu sig og skreyta með fallegu hlutum. Og þegar maður er að pæla í svona hlutum eins og þegar þú ert að byrja á þessu, ertu með einhverja hugmyndir hvaða viður er bestur til þess að nota í þetta og hvernig þarf þetta að vera í einhverjum öðrum litum eða eitthvað slíkt? Ég er aðeins að fikra mig áfram í hnotu núna, en ég hef eiginlega bara verið í eik, stundum beiki. Og hverjir eru viðskiptavinirnir? Þú varst að segja mér að það hefur einhverjum útlendingar, en er þetta bara hinir og þessir? Já, núna er þetta bara Íslendingar. Já. Bara Íslendingar. Já. Þær eru svo duglegar þarna í verslunarmiðstöðinni að benda á mig. Já, hérna í Grindavík. Já. Hvað er mikil vinna á bakvið svona hluti? Veistu það? Já. Ég vill geta klárað svona olíuburri hreindýr, ég vill geta klárað það á 30-40 mínútum. Og þetta rýkur út, eins og heita lummur, eins og stundum var sagt?
Já, það hefur nú samt hægst aðeins á því, en þetta alltaf að reytast. Hreindýrin eru klassísk. En segja okkur aðeins frá þessu magnaða húsi hérna sem þú ert í. Hver hugmyndin á bak við það? Þetta mjög sérstætt, svart og mjög glæsilegt. Já, þegar ég sótti lóðina þá fylgdi því skilyrði að það yrði að vera tvílyft. Mér það alltaf minnisstætt fallegu húsin á Hofsósi. Það poppaði bara strax upp í kollin á mér og þegar ég var búinn að rissa það upp, þá hafði ég sambandi Svein Valdimarsson og hann teiknaði það fyrir mig. Og hvað, við erum hérna á neðri hæðinni, þú veist með verslunina hérna frammi og hér á það sem við erum á bakvið, þar ertu með þína svona vinnu aðstöðu. En hvað ertu með á efri hæðinni? Það ekki búið að ákveða endalega hvað verður þar, en hugmyndin núna skammtímalega til ferðamanna. Sástu fyrir þér heillandi stað hérna fyrir útlendingana til þess að koma og gista eða? Ég var aldrei búinn að ákveða hvað yrði haft uppi, en ég held bara að þetta geti farið rosalega vel saman þegar þeir koma aftur. Já. En hvernig að vera svo með þennan rekstur hérna í Grindavík? Ég hefði náttúrulega aldrei farið á stað með þetta ef ég ekki haft trú á því. En fljótlega eftir áramótin í fyrra þá fór nú að syrta í álinn. Já. En þeir eru ekki vonað að sólinn komi nú upp. Já. Aftur. Já. Eru heimamenn duglegir að kaupa þér? Já, virkilega. Og Suðurnesjamenn og jafnvel út fyrir það? Já, algjörlega. En gætir ekki sent hreindýrið bara til útlanda og látið fjöldaframleiða fyrir miklu meiri penning? Og fljótara? Jó, en þá ég ekki að gera það sem ég svo gaman að. Nei. Það allt annað dæmi. Já. Það ef fólk skoðar það sem að flottar hönnunarverslanir að selja í dag, þá stendur á morgunhlutunum Made in Kína. Já. Stórglæsilegum dönskum hönnunarvörum. Já. En þú ert stoltur að geta sagt Kristinsson Handmade from Grindavík. Já. Já. Algjörlega. Já. Heldur að hafa áhrif þegar fólk að velja? Já, ég geti trúið því. Spila eitthvað inn í. Það sé smá gæðistempill. Já, ég vil trúa því. Ólafía Kristín Jensdóttir, eiginkona Vignis, segir að það hafi margir verið hissa þegar þau hófu byggingu hússins, en þau hafi ákveðið að láta reyna á þetta og partur af draumnum var að horfa til efri árana. Ólafía, það gaman að sjá hérna framleiðsluna ykkar en maður velti sér svona fyrir því þegar maður þekkir ekki alveg nógu vel til hvernig þið hafi gert þetta. Maður sér þetta myndarlega hús og kalliðinn hér á fleygiferð og þú náttúrulega með honum. Og svo kemur þetta þið nýbúin að opna þegar COVID brestur á. Getum við sagt að þetta sé eins og skrítið ævintýri eða hvernig upplifir þú þetta? Ég myndi segja að ég upplifði þetta bara svona hreinlega eins og Nói og örkinn hans. Þetta var bara eins og eitt skrýmsli sem kom hérna upp og það vissi enginn hvað var í gangi. En hann hafði trú á þessu og ég var orðin svona, fyrst var ég mjög efins, en ég hef bullandi trú á honum, sko. Þetta mikill listamaður og ég ætla að segja það að ég held bara hreinlega að fólk sé kannski aðeins að sjá það að Nói hafði kannski pínlítið til sín máls. Þannig að ég held þetta sé. Þetta allavega mjög spennandi. Já. Og já. Þannig að Vignir Kristinsson, hann eigi eftir að mika það og þið ætlið að gera það. Það var ekki upphafið í þessu. Það var bara ástríðan svo mikil fyrir þessari handavinnu. Þannig að þið ætlið bara svona að hafa eitthvað svona passlegt fyrir ykkur? Já, og var svona spáið kannski að hugsa efri árin. Að efri árin væri kannski svona til þess að hafa eitthvað að dunda í. Og
það nú kannski ekki langt í það svona löglegt. En hann hefur þó allavega eitthvað fyrir stafni. Þannig að það voru margir hissar þegar þið byrjaði að vinna í að byggja þetta stóra hús og á þessum stað og svona og opna verslun og verkstæði. Já. Þannig að það eins og segir, voru margir hissar. Já, og börnin okkar eru náttúrulega búin að standa svo klettar á bak við okkur, algjörlega. Og þeir feðgarnir voru meira minna fyrsta sumarið og svo tók yngri sonurinn við og þeir eru bara tveir prílandi upp allt og bara spýta fyrir spýtu. Og eins og ég segi, þetta ekki bara handmade vörur, það handmade hús. Þannig að allt handmade. Þetta sko handmade. Já. En svona á miðað við COVID-una þá hafið þið fengið góða móttökur, getur við sagt. Það? Mjög góða móttökur. Og bara fólk ótrúlega jákvætt í okkar garð finnst manni. Við erum alveg að upplifa það í umhverfinu og í bæjarfélaginu, alveg ótrúlega góð viðbrögð. Þannig að það erum voðalega þakklát fyrir það. Það áhugavert að heyra ykkur fjalla svona þetta ævintýri ykkar sem þið teljið þetta vera, sem það náttúrulega. Og þið hjónin eru saman í þessu, en hvað með eins og fjölskyldana? Hefur hún verið með ykkur í þessu? Þú nefndir að dóttin hefði nú í rauninni verið kveikjan að þessu. Já, á hönnuninni í byrjun. Já, það algjörlega þannig og án þeirra aðkomu hefði þetta ekki verið hægt. Þau eru búin að standa alveg rosalega vel á bakvið okkur og styðja okkur og hjálpa okkur alveg. Botnlaust. Þannig að það gott að þetta góð samvinna hjá fjölskyldunni. Já, hún æðisleg. Það ekkert sjálfgefið að allir geta unnið svona vel saman og hjálpast að. Komið sæl aftur. Sólborg Guðbrandsdóttir komin á metsölulistana með sína fyrstu bók sem heitir Fávitar. Bókin öðruvísi en allar aðrar bækur sem koma út fyrir þessi jól. Við heyriðum í Sólborgu. Sólborg, bókin Fávitar. Hvað ertu að segja í þessari bók? Sko, þetta samantekt af spurningum sem ég hef fengið sendar til mín á fyrirlestrum og á samfélagsmiðlum síðastliðin ár. Og þetta eru spurningar kynlíf, ofbeldi, líkamann, fjölbreytileika, ýmislegt svoleiðis og þetta eiginlega bara svona, samansafn af þessum pælingum sem að unglingar hafa verið að deila með mér. Þetta í rauninni byggt á þeirra spurningum? Þú hefur verið að halda marga fyrirlestra og heimsótt mjög mikið af ungmennum landið. Já, það bara engin spurning sem ekki beint frá ungling á Íslandi. Eða aðalega unglingum, að þetta eru líka einhverjar spurningar frá fullorðnu fólki, en svona aðalega frá ungu fólki. Þetta bara nákvæmlega eins og þau orða þetta og ég vildi bara hafa þetta heiðarlegt í þessu. Nú þetta svona ýmislegt í þessari bók sem að maður hefur ekki séð í íslenskri bók hreinlega. Það bara þannig. Þetta svona, jafnvel tabú, eitthvað sem að fólk ekki að tala almennt allt margt í kringum kynlíf og svoleiðis. Hvernig var þetta birtast þér þegar bókin fór að verða til? Varstu alveg öruggum að þetta að þú værir að gera rétta hluti? Já, sko ég held bara að þessi bók sé alveg svolítið það sem að vantaði kannski í kynfræðsluna á Íslandi. Af því að unglingar í dag eru með sömu pælingar og ég var með þegar ég var unglingur og ég veit að eftir 10 ára vera unglingar líka með þessar pælingar. Þannig mér fannst rosalega mikilvægt að koma sér einhvern veginn öllu saman í eina bók. Þannig að ég væri líka heldur ekki bara að vísa fólki ólíkar áttir eftir ólíkum svörum, að þetta væri svolítið bara svona, þú finnur allt sem þú þarft að vita þessa hluti á sama stað. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum að tala þessa hluti eins og þeir eru, ekkert að skafa af því og reynum svolítið bara að tala eins og unglingarnir eru að tala saman sín á milli. Hafa unglingarnir verið óhræddir við að ræða þessi mál greinilega samkvæmt því sem í bókinni? Já. Mér finnst æðislegt að þau skuli treysta mér fyrir einmitt oft svolítið svona feimnismálum. En það að ég sé að fá þessar spurningar senda til mín sýnir líka rosalega skýrt að þeim vantar svör, þau vita kannski ekki alveg hvert þau eiga að leita og þá rosalega mikilvægt að við fullorðna fólki reynum að afla okkur upplýsinga og reynum að svara þeim eins og við getum, af því að þessi fræðsla
hún skiptir rosalega miklu máli. Og það að þau fái fræðslu til dæmis bara meðlilegt kynlíf, það getur komið í veg fyrir kynferðisofbeldi og ef við getum minnkað ofbeldi í samfélaginu okkar þá held ég að við ættum að reyna svo við getum að gera það. En þetta allt spurningar sem að þú hefur fengið senda til þín eða hafa krakkarnir verið jafnvel óhrædd við að spyrja þig í þessum heimsóknum á þessum fyrirlestrum þínum? Þau eru að spyrja mig nafnlaust oftast eða svona, aðeins öruggari umhverfi bak við skjáinn í einkaskilabóðum á Instagram og hverjum fyrirlestri hafa býðið upp á nafnlausar spurningar í lok fyrirlesturs og þá geta þau loggað sig inn í símanum sínum og sent mér og það er svona pínu svona safe space fyrir þau til að spyrja að einhverju sem að þau hafa kannski verið að díla við í einrúmi en það er rosalega dýrmætt að þau hafa eitthvað svona stað. Maður hefur heyrt smá umræðu eftir að bókin kom út að hvernig kynfræðslu háttað í skólum og það er alveg ljóst að það er heimin og haf á milli þeirrar kennslu og bara því sem kemur fram í þessari bók. Sérðu jafnvel fyrir þér að það væri hægt að nota þessa bók í skólum? Já, og ég veit að nokkru skólar eru þegar búin að kaupa hana og eru annarkvort byrjaðir að kenna hana í kynfræðslu eða stefna á að gera það. Það finnst mér líka rosalega magnað einmitt að ég einmitt, hver er ég að fara að kenna krökkum þetta í skólum en aftur það sýnir bara rosalega skýrt hvað þetta vantar og hvað það hefur verið mikil þörf á þessu lengi að því að unglingar hafa verið óska eftir aukinni kynfræðslu í skólakerfi bara, þú veist, við vorum óska eftir því að ég var unglingur og þau eru ennþá aðeins en ég skil ekki hvar þetta er að stoppa en þarna ber ég mitt að þakka einstaka kennurum sem að vilja gera þetta vel og eru að standa sig rosalega vel innan skólana en þetta má ekki vera bara eftir hendi sem einstakra kennara heldur þarf þetta að vera kerfisbundi að við séum að tryggja það öll börn sé að fá þessa fræðslu. Maður sé líka að myndirnar spila nokkuð stórt hlutverk í þessari bók og uppsetning og fleira. Þú fékkst heimamenn á Suðurnesjum og Keflavík bara með þér í lið. Já, ég fekk besta fólki hérna á Suðurnesjunum með mér í þetta. Hann Þorjó, hann teiknar myndirnar og ég vildi bara ekki fá neitt annan heldur en hann til að gera þetta. Svo er kápan, myndin á kápunni er teiknuð af Þorjó líka en kápan er uppsett af Davíði Óskarsinni og svo er umbrotið í höndum Hilmars Braga hérna á Víkufréttum og ég fekk besta fólki með mér í þetta. Ég er mjög kátt með lokaútkomuna. En þú hefur fengið mikla viðtökur og þér hefur gengið vel að selja. Áttirðu von á því? Ég veit bara eiginlega ekki hverju ég átti von á. Ég var svo mikið bara í hausnum á mér að reyna að gera þetta eins vel og ég gata að þegar ég var búin að komast út í kosmosi þá hefði ég eiginlega bara verið sátt í raun og veru með hvað sem er, bara að það væri komið svolítið út. En viðtökurnar hafa eiginlega farið fram úr mínum bara björtustu vonum, sko. Hún er komin núna í 5. sæti metsölulista Eymundssonar og er þar í 1. sæti fræðibóka og hún er jafnframt í 2. sæti metsölulista Forlagsins. Þannig að þetta er bara algjör heiður og ég er rosalega glöð að maður sé að ná þessum árangri. Þú ert bara búin að vera að sá fræjum fyrir þessari bók undanfarna mánuð ár. Já, eiginlega. Þetta hefur verið bara einmitt, eins og ég sagði á hann, að koma á... Hitt allt fólki sem er að kaupa bókina núna? Já, og það er bara, þú veist, ég er að hitta fólk kannski sem ég hefur verið að spjalla við á Instagram en þegar maður er að tala við fólk á Instagram þá veit maður ekkert alltaf, við hvernig er ég að tala, hver er þetta? Og svo, einmitt, maður kannski bara að tala um mjög viðkvæma hluti og svona, það er dýrmætt að fá að hitta þetta fólk. Er þetta, veistu það, er þetta unga fólki sem er að kaupa bókina, eru mamma og pappi eða foreldrar að kaupa fyrir börnin sín? Allur gangur á því. Unga fólki er stundum að spyrja mig að því sumum finnst vandræðalegt að kaupa þetta og ég fengi spurningar sko hvernig get ég keypt þetta án þess að mamma og pappi viti en mér finnst mikilvægt að taka fram að þetta er engin dónabók neitt sérstaklega, það er bara mjög eðlilegt að vera unglingur og vilja fræðast þessa hluti en svo hef ég líka heyrt bara að foreldrar og ættingjar vilja gefa þetta til unglinga sérstaklega eða ungs fólks í fjölskyldunni í gjafir og í annað þannig það er allur gangur á því hverjir er að kaupa þetta og ég vil kannski líka taka það fram að þessi bók ég held geti frætt líka fullorðna fólkið bæði kennt þeim sjálfum en líka fengið þau til að átta sig betur á því hverja pælingar hjá unga fólkinu eru þessa hluti. En nafni, það er svolítið sérstakt. Já, fávitar, það eru þeir sem fáttu vita og við þurfum að fræða þá. Menningarverðlaun Reykjanesbæjar heita Súlan. Þau voru afhent í síðustu viku. Alexandra Tjernisova hlaut verðlaunina þessu sinni en hún verður í ítarlegu viðtali í þættinum okkar á næstunni. Hér er hins vegar smá brot frá afhendingu verðlaunanna. Er mamma heima? Má ég tala um mömmu? Já. Sæl og blessuð, hæ. Sæla. Já, góðan daginn. Já, sæl Alexandra. Og ég er að koma hérna til þess að afhenda þér menningarverðlaun Reykjanesbæjar 2020, Súluna. Já, vá, æðislegt, vá.
En viltu þess ekki koma inn? Jú, það ekki bara alveg tilvalið? Takk fyrir. Já, verður bara... Já, velkomin. Hverju bæjarfélagi mikilvægt að eiga fólk sem vinnur að uppbyggingu jákvæðra málefna í bæjarfélaginu og hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar vilja leggja sitt af mörkum, ekki aðeins með fjárframlögum heldur líka á táknrænan hátt með afhendingu súlunar menningarverðlauna Reykjanesbæjar. Í ár var ákveðið að súluna fengi Alexandra Sjernisjova, sópransöngkona og tónskáld, fyrir framlag sitt til eflingar tónlistarlífs í Reykjanesbæ. Alexandra fædd árið 1979 og uppalin í Úkraínu og Rússlandi en fluttist til Íslands árið 2003 og íslenskur ríkisborgari. Til hamingju með súluna, Alexandra. Já, takk kærlega fyrir. Og það bara mjög gaman að fá svona viðurkenningu, svona stóra viðurkenningu og sjá að fólkið fylgjast með hvað maður að gera og kunna meta. Þá það ekki fleira í þætti vikunar. Þáttinn getið þið einnig séð á vef Víkurfrétta vaff.is. Þar eru daglega fréttir frá Suðurnesjum. Við gefum líka út vikulegt héraðsfréttablað, Víkurfréttir, og þá flytjum við fréttir af golfi á kylfingur.is. Við endum þáttinn á fallegum tónlistarflutningi og söng í Keflavíkurkirkju en atriðið var flutt á minningarstund fórnarlömb umferðarslysa síðastlið sunnudagskvöld. Upptöku frá tónleikunum má sjá á Víkurfréttavefnum vaff.is. Við verðum hér aftur í næstu viku. Verið sæl.